Jæja, gaman að fá þig heimsókn. Takk. Aftur. Takk. Mér langaði svolítið kannski að byrja á bara að fara beint í djúpulaugina og svona þessi orðaskipti sem voru á milli þín og Hallgríms. Ekki það að ég vilja eitthvað vera að hjakkast í þeim per se, en mér fannst ástæðan fyrir þetta vakti svo mikla athygli í mínum huga var að þarna fannst mér vera að mætast svolítið svona vinstrið eins og vinstrið var, sem einhver sem að hugsa þá sem minna mega sín og eru fátækir, og síðan vinstrið eins og vinstrið orðið, sem svolítið svona það sem einhverju myndi kannski kalla pínu elitisma. Og það sem að í útlöndum kalla svona the Brahim left. Já, þú veist, og nú ég aftur að segja, skilur, ég hef fengið Hallgrím í podcastið og kann vel við hann, mér finnst hann góður rithöfundur, en þegar kemur að þessum orðaskiptum ykkar þekkja, þá bara gæti ég ekki verið meira sammála þér, Og það svona einhvern veginn, mér finnst þetta orðið svo stórt blind spot hjá vinstra fólki, Hvernig sér þú þetta? Já, ég minna, Hallgrímur Helgason, hann tilheyrir því sem kallað the Brahim left, sem þessi svona progressíva elita, fólk sem með einhverju svona svo kallega forréttindastöðu í samfélaginu, fólk sem með hátt menntunarstig, fólk sem hefur aðganga gríðarlega miklum tækifærum fyrir sig og börnin sín, raunverulega nýtur alls þess besta sem að vestrænt stéttaskipt samfélag hefur upp á að bjóða og einmitt komið með svo stóran blind spot gagnvart tilveru skilyrðum og hagsmunum þeirra sem eru neðar í stigveldinu að þau raunverulega sjá þau ekki lengur nema á einhverjum svona tyllidögum. Þú veist, kannski á 1. maí, þú veist, þá mæta meðlimir the Brahim left í 1. maí-gönguna, syngja nallan 400 sinnum, ótrúlega stoltir, skiluru af því að vera svona frábæri baráttumenn. En alla hina dagana þess á milli, þá hafa þeir raunverulega engan áhuga á baráttu verka og láglaunafólks. Og ég hef náttúrulega upplifað þetta aftur og aftur á síðustu árum í baráttu Eflingar, en mér finnst þetta hafa komið meira og meira í ljós undanfarið. Þessi svona mikli svona viðskilnaður sem hefur orðið á milli verka og láglaunafólks og svona materialískrar baráttu þeirra, baráttu sem snýst það að fá betri laun, hafa aðganga húsnæði, tryggja öryggi fjölskylduna sinnar, þú veist, geta átt möguleika eiga stundum eitthvað smá frí, mögulega lagt eitthvað aðeins fyrir foreldra af verkamannastétt yfirleitt á þessum tíma bara stærsti draumurinn að komast í öruggt húsnæði og geta svo hjálpa börnunum sínum að komast í öruggt húsnæði. Og svo, hagsmuna þeirra sem eru ofar, ef við til dæmis skoðum málflutning BHM á síðustu árum, þá hefur hann bara verið mjög svona nýfrjálshyggju órienteraður, mjög upptekinn á svona meritokrasíu, bara þau sem að hafa gengið menntaveginn eiga skilið að fá stærri skerf. Mikilvægasta baráttumál BHM undanfarið hefur verið að breikka bilið aftur á milli verkafólks og háskólamenntaðra, vegna þess að í kjölfar lífskjarasamningana 2019 þar sem að samið var krónutöluhækkanir, þá minnkaði bilið á milli, skilurðu. Þannig að þetta hefur verið þeirra stærsta baráttumál og maður sér þetta út allt og þetta ekki bara að gerast hér, þetta að gerast alls staðar á Vesturlöndum, að þetta bil á milli þeirra sem að hafa menningarkapital, sterka stöðu í samfélaginu, telja sig sökum gáfnafars og menntunar, vita allt best af öllum og svo verka á láglaunafólks sem með allt önnur tilveruskilyrði og oft á tíðum líka bara allt önnur menningarleg og félagsleg gildi. Hvað, talandi svona einhvern veginn blind spot og mér finnst ég vera búin að horfa á stjórnmálinn í dálítið langan tíma fara þangað að þetta svona, ég veit ekki, þetta orðið pínu þreytt orðið þetta vók, en að allir flokkarnir séu pínu búnir að vera að færa sig þangað og aðeins svona allir búin að hrætti það, en núna pendúllinn að snúast. Já. Og þá, þú veist, svona áhugavert, mun þá fólk allt í einu, að því það svona, sama fólki hefur búið að vera vók megin tilvörun, fólki sem vill alltaf vera þar sem að vinsælasta skoðunin hverju sinni. Þannig að mér svo áhugavert að skoða núna, hvernig ætlar að hlaupast undan merkjum þegar að þetta hættir að vera vinsælt, Ég held að, þú veist, við eigum eftir að sjá þetta miklu meiri þróun í stjórnmálunum burt frá þessum svona sjálfsmyndar stjórnmálum yfir í svona hörð materialísk stjórnmál
en ég held að það verður nú mjög erfitt fyrir vókistana að skilja vókið eitthvað eftir og ég En samt sér, sko, það einn og einn sem farin að koma, já. Fólk sem búið að vera mjög á vók meginu línunni og sem farin að segja, sko, já, en þetta samt svona sem það að byrja að finna leiðir til að hlaupa undan merkjum og að við höfum nú bara miskilið þetta hugtak og eitthvað svona, sko. Já, ég held, sko, að auðvitað stjórnmálaflokkar þeirra á endanum þurfa bara að telja atkvæði og þar á endanum auðvitað líka kalt mat sem ræður för en þessi svona kannski menningar og menta elita, hún auðvitað kannski á öðrum stað en það var auðvitað, fyrst úrst svona að tala þetta að fólk segist vera eitthvað svona miskilja hugtaki og var ótrúlega fyndið þegar þessi vók sprengja sprakk, þetta, fólk, hvað þýðir þetta, akkur erum við að segja vók, segjum frekar vakandi, ég skil nú ekki hvað þetta þýðir, það ekki bara að vera góð manneskja og svo þau sem voru svona mest desperat í því að samfæra alla að allir yrðu að vera vók, fóru sko alla leið aftur til 1930 í Bandaríkjunum að það að vera vók væri upprunnið í réttindabaráttu svarts fólks þar og að það þá automatist væri bara gott og létu bara eins og 100 ára af mannkynssögu sem hafa liðið síðan þá væri bara non-existent og það að hvernig við berjumst og tölum og hugsum væri raunverulega á einhvern hátt sérstaklega líkt því sem að svartfólk í Bandaríkjunum þurfti að gera árið 1930 og þetta var svo ótrúlega svona langsótt og þarna fannst mér líka opinberast þessi svona ofsalega mikli barnaskapur sem að mér finnst svo oft vera ábyrrandi hjá fólki sérstaklega sem að mikið bara svona eitthvað á netinu, þessum svona sófa baráttumönnum sem að raunverulega eru kannski aldrei út í samfélaginu, ekki að taka þátt í einhverju svona físískri alvöru baráttu eða pólitík með alvöru lifandi fólki, heldur eru bara heima hjá sér, bara eitthvað að hamra á netið, skoða einhver memes og sjá einhver gif, lesa einhverja 500 orða grein og halda þessi við búin að, upplifa sannleikann. Þessi svona barnalegi hroki, skilurðu. Ég man alveg eftir því þegar maður var ungur hrokafull manneskja og maður hafði lesið einhver eina bók og maður bara eitthvað, já, nú bara skil ég þetta allt. Mér þetta koma svo skýrt í gegn oft í málflutningi svona þessa svona harðasta vókista hóps og það harðfullorðið fólk, skilurðu. Þannig að mér finnst það vantar svo mikið upp á bæði hjá þessari svona menningar og menntadeildinni og hjá þessum svona hörðustu bara svona dogmatísku vókistum, bara einhver svona dýpri þekking, einhver jarðtenging, einhver vilji bara til þess að sjá staðinn sem við erum á sem samfélag núna en ekki bara eitthvað svona hvernig það hendur þér best út frá þínu internetaktiviteti að heimurinn sé. Já, þetta líka þetta dyggðarskreitinga dæmi, sko, nú það því nú fyrir að hugsa sko, nú kærasta mín svört frá Afríku, hún var alfarið á móti Black Lives Matter því að hún bara með gagnrýna hugsun og hún bara, auðvitað vil ég jöfn réttindi fyrir fólk alveg sem hvað lit þú ert en ég bara að sjá að það eru rosa skekkjur í þessari hreyfingu og þá þetta einhvern veginn, það fólki sem með Úkraínufánana, Black Lives Matter og þú rosa falleg manneski á internetinu sko, en ef þú ættir að fara að hýsa flóttamann í 3 nætur þá það ekki alveg hentugt fyrir þig sko. Nei, það var líka mjög fyndið því nú hafa náttúrulega svona þau sem að núna bara hafa litið svo á að ég sé einhvern veginn afturorðin verstamanneski á Íslandi hafa bara einmitt kallað mig, ég sé að hjálpa fasistum, ég sé á móti minnihlutahópum og svo framvegis og ég hef nú svo sem ekki nefnt að vera eitthvað að vaða í þetta því á einhverjum tímapunkti líka hugsa maður bara eitthvað, eitthvað brjálæðingar eitthvað að delera, ámar verið að svara öllu ég hef alveg verið þar og svarað öllu ég nenni kannski ekki að fara þangað aftur en ég hef tekið þátt í róttækri pólitík meira minna stöðut frá árinu 2008 og ég hef bara gert alveg helling og ég tók þátt í alls konar hardcore róttækri pólitík þegar ég var láglaunakona í leikskóla, ég var í annarri vinnu af því að Reykjavík borgaði mér svo láglaun ég rak heimili og var alveg 2 börn ég fann samt tíma til þess að skipuleggja mótmæli og skipuleggja aðgerðir taka þátt í vinnu No Borders með að liðsina flóttafólki og svo framvegis svo kemur eitthvað lið sem að afsakið, ég til að hef nú kannski ekki mikið gert annað en að hanga á netinu og fer eitthvað í þetta af því að ég hef bara mína sjálfstæðu skoðun sem ekki bara eitthvað gripin og lausu lofti heldur hefur mótast af því ég búin að vera velta hlutunum fyrir mér varðandi vókið og fleira bara mjög mikið síðustu ár og fer eitthvað ásaka mig fyrir einhvern nýðing og fasista og þetta náttúrulega bara ekki hægt.
Nei, þetta er einmitt. Og hvað heldur þetta fólk? Og ég meina, eina af svona tjúlluðustu gagnrýnendum mínum eftir þetta, hún kemur með reglulegu millibili og segist alltaf sameina vinstrið og maður er bara eitthvað, Lord help us, skilur, hvað ert þú að fara sameina væna mín þegar að þitt helsta innlegg er það að fara með rassaköstum og stimpla fólk fasist af því það er ekki 100% sammála. Hvernig ert þú að fara sameina? Fólk sér svona hegðun og það hleypir í burtu. Allt venjulegt fólk sem er með sæmilega bara normala afstöðu gagnvart lífinu og tilverunni, með sjálfsvirðingu, fullorðið fólk sem þarf að nota tíma sem bara eitthvað uppbyggilegt og sæmilega vænlegt árangus. Það sér þessa hegðun og það leggur bara á flótta. Ég minnst áhugavert því nú, mér langaði að tala aðeins Bandaríkin við það, því þú svona mótaðist dálítið í Bandaríkjunum og að það er einmitt að maður horfa, það er náttúrulega auðvitað stjórnmálið þar dálítið mikið svona slagsíðan mikið til hægri, en ef maður tekur, þegar fólk er búið svo rosalega upptekið að Trump, en ef þú tekur bara hinn pólinn demokratana, þegar að kom maður í demokrataflokkin sem að maður, Bernie Sanders, sem að talaði svolítið mikið einmitt bara, það þarf fría menntun. Við erum að tala við viljum land þar sem er í alvörinu í upptækifæri, þá þurfum við að gera það í gegnum heilbrigðiskerfið, gegnum menntakerfið, gegnum þessa hluti. Demokrataflokkurinn gerði allt til að stoppa að hann yrði frambjóðandi þeirra. Og þá er sem að ég vil frekar að ég viti nákvæmlega hvar ég hefði og ég er ósammálaður, heldur þú sért úlfur í sauðagerfi. Þannig að þú ert að reyna að selja mér að þú sért einhver vinstri flokkur, en í raun og veru ertu ekki skárri en republikanarnir, nema einu munurinn er að þú ert að villa þér heimildir. Sammála, og þannig að fólk í Bandaríkjunum segir demokratarnir vildu frekar tapa fyrir Trump heldur en að vinna með Bernie. Og það er bara staðreyndin. Og þetta sem að þú ert að tala þetta, að venjulegt fólk og bara kjósendur vilja frekar bara einhvern svona straight talker, einhvern svona sem að þau hugsa þessi manneski er kannski svona hinsegin, en ég treysti samt á meinin okkur en það sem hann er að segja, heldur en þess að svona yfirgengilegu hræstni og lega súpu sem að svona miðju vinstrið hefur fest sig í. Og það er meðal ástæðanna fyrir því að fólk er ekki lengur að kjósa eins og demokrataflokkin, að svart fólk og latínofólk fer í auknum mæli yfir þessa kosningalínu og er að kjósa republikana. Það eru margar ástæður, ein af ástæðanum er þessi að það sér ekki lengur tilgangin í því að kjósa demokrata vegna þess að það sér ekki að líf þeirra batni neitt við það og öll þessi svona retorík að þau hjálpa venjulegu fólki og bæta þetta og einhvern veginn gera hitt. Það skilar ekki árangri. Ég er að lesa mjög góða bók sem var að koma út sem heitir Outclassed eftir bandaríska fræðikonu sem heitir Joan, ég man ekki hvers dóttir hún er, hvað eftirnafnið hennar er, en hún er einmitt búin að vera að greina og skoða þetta, hverjir eru ástæðarnar fyrir því að fólk sem er stundum kallað fólk sem til eru minnihlutahópum, þá fólk af öðrum uppruna en hvítum evróskum sem býr í Bandaríkjunum, fólk sem tilheyrir blue collar stéttinni, verkastéttinni, karlar og konur eru búin að yfirgefa demokrataflokkin og eru farnir að kjósa republikanaflokkin eða eru bara orðin apathísk gagnvart kosningum, eru ekki að mæta kjósa, þetta er frábær bók og þessi kona er, hún er progressív og hún er vinstri manneskja og hún er að segja ef að vinstrið, alvöru materialist róttækt vinstri sem að vill einmitt réttlæti og jöfnuð í samfélaginu ætlar að fara að ná einhverjum árangri, þá þarf að hætta þessum dauðaskreitingum, það þarf að hætta að tala eins og þessi betra en allir og viti allt meira, það þarf að fara að hlusta á fólkið í verkamannastéttinni, skoða gildin þeirra, skoða hvað þau vilja og hvað þau vilja ekki, hvað gerir þau stolt, tala til þeirra sem jafningja og af virðingu og þá mun þetta fólk vera tilbúið til þess að kjósa út frá þeim hagsmunum. Og hún segir sem er alveg rétt að á þessum tímapunkti þá er það sem hér er kallað öfgahægrið sem nær til þessara kjósenda hefur náð að tala með þeim hætti að þetta fólk vill frekar kjósa þannig en við sem að tilheyrum þessu svona materialíska róttæka vinstri, við erum lúsirarnir í þessum leik, við höfum ekki haft neitt fram að færa, við höfum ekki geta fært fólki sín eða boðskap eða vakið með því trúa því að við getum breytt einhverju vegna þess að þegar að einhver vinstri hefur komist til valda, hafa þau þá breytt einhverju? Nei, þau hafa ekki gert það. Einmitt, og það er eitthvað svo áhugavert í mann þegar ég fekk með stuttu millibili Ögmund Jónasson til mín og svo Hannes Hólmstein sem náttúrulega gæti ekki verið meira sikkorum pólnum en að þið eru báðir að daldi eldri kynslóð
þá var ég alltaf inn að fara að sjá sko ákveðna hluti þar sem, þú veist, þegar komaði til dæmis að vera ritskoða hluti, þá svo ég bara, þeir eru bara alveg sammála. Og þegar ég komaði þessu dygðarskreitingadóti, þeir eru bara alveg sammála. Og þá hugsa maður eins og til dæmis, ég veit ekki, nú bara ég er alin upp af vinstri sinnum foreldrum, mamma mín mókaði skurði fyrir Castro og ég var með plakat að Tseko og var upp á vegg. En þið missi mig þegar common sense er bara farið út úr þessu. Og ég segi mig til dæmis eins og þetta, eins og ég sé ef ég var að horfa á kosningarnar núna síðast. Að mínum að þetta ríkið orðið allt og stórt, það er búið að blása allt og mikið út. Þú getur alveg verið hardcore vinstri manneskju sagt, við þurfum að fara hérna í massa niðurskurð á ríkinu, til þess að það sé, til þess að við eigum fyrir því að hækka skattleysismörkin þannig að bara þú borgar ekki skatt undir ákveðnum tekjum, til þess að við getum fara að setja peningana í hluti sem koma þeim verst settu. Við eigum ekki fyrir því ef við erum búin að dæla svona mikið af ríkispenningum í einhverja millistjórnendur og elitisma og styrki hinga og þanga. Þannig að mér þarna þarf þetta ekki endilega að vera hægri maður til þú segir, heyrðu, það þarf að stokka upp ríkið, þetta bara við erum að eyða allt og miklu í vitleysu. Sem tala skeifu kenninguna, þar sem að ysta vinstrið og ysta hægrið mætist. Það er þetta mikil einföldun þar og þetta í öllum stóru prinsipmálunum er ysta vinstri og ysta hægrið alltaf ósammála. Og það er stóra prinsipmálið það, hverra vinna skapar verðmætinni í samfélaginu og hverjir eiga njóta afrakstursins af verðmæta sköpuninni. Og hægrið segir bara, verkafólki er bara tól, þau með að bara fokka sér og þau eru kapitalistarnir sem eiga þetta raunverulega þess að þeir eru svo duglegir og kreatífir að þeir þurfa einmitt alla þessa skattafslætti frá ríkinu af því að það eru þetta staðan eins og hún er. Ég meina það er toppurinn á stigveldis píramíta stéttaskipta samfélagsins, fólki sem að dvelur þar sem að auðvitað hefur það best hér á Íslandi og allstaðar í hinum vestræna heimi, en fólki sem að einmitt hefur ekki bara aðgang að því að reka og eiga atvinnutækin, heldur fær líka í formi þess að fjármagnstekju eigendur borga lægri skatt, að það eru alls konar skattafslættir í gangi fyrir hitt og þetta, að það er ekki borguð eðlileg renta af auðlindunum okkur og svo framvegis að bankaskattar er ekki nógu háir, við getum haldið endalaust áfram. En parsilega er ég sammála þér í því að það má breyta strúktúr ríkisins. Mín skoðun er að hið opinbera hvort sem að ræða ríkið, eða borgina eða sveitarfélögin á að einbeita sér að því að leysa grunnverkefnin vel og það er heilbrigðiskerfið, það eru innviðirnir, vegakerfið, það eru skólarnir og svo framvegis og þetta er það sem að skiptir máli og þetta er það sem að gera það að verkum að bestar og mestar líkur eru á því að það sé eitthvað svona samfélagslega sátt í samfélagi, að fólk upplifi sig sem inngilt, að fólk upplifi sig ekki sem jaðarsett eða útundan ef að það býr í góðu húsnæði, ef að það þarf ekki að hafa viðstöðulausar launaáhyggjur skilur, að öll börn hafa aðganga að góðum leikskólum og skólum, að fólk getur komist hratt og örugglega til læknis og svo framvegis. Þetta lætur fólki líða öruggu og þetta lætur fólki líða eins og það getur tröst yfirvöldum. Þegar þú ert með stjórnvöld, hvort sem það er ríkisstjórn eða borgarstjórn eða eitthvað, sem er raðklúðrandi þessum hlutum, sem er raðklúðrandi því að við séum ekki með almennilega vegi, að við séum ekki með almennilega heilbrigðisþjónustu, að leikskólarnir okkar og skólarnir okkar séu bara í tómu tjóni og svo framvegis. Það þetta minnkar traust fólks til þess að sé með yfirleitt gott eða skynsamlegt að vera með eitthvað svona kerfi. Fólk verður að hugsa, akkur er ég að borga svona háa skatta inn í þetta kerfi þegar einu fréttin berast af því að það sé búið að hækka laun stjórnmálafólks eitthvað ógeðslega mikið, miklu meira en ég fekk. Að ráðherrar séu ekki lengur bara með einn aðstoðarmann heldur 4. Að allir þingmenn séu með alls konar benefits líka og svo framvegis. Og það að píramítin sem að snýra því hvernig við rekum velferðarkerfið okkar, hann sé orðinn öfugur, að mesta manneklan, mesti niðurskurðurinn, mestu vandamálin, þau séu þar sem að vinnan fer fram á gólfinu á leikskólanum, á gólfinu á sjúkrahúsunum, en einmitt svo bara blási út einhver svona millistjórnenda og svo sé toppurinn bara eitthvað Það er það sem ég ávið, mér finnst pínu eins og þarna gætum við alveg náði að vera dálítið sammála. Ég er sammála og þetta er bara svona common sense og þetta, þú getur spurt allt venjulegt fólk, þetta og
90% þeirra eru að fara að vera sammála og eru að segja að þetta bara rugl, það verið að forgangsraða vitlaust og ef einmitt að við fáum ekki eitthvað sterkt og öflugt og hugdjarft vinstri sem að getur gripið til þeirra erfiðu pólitísku aðgerða sem þarf að grípa til þess að byrja að vinda ofan af þessu rugli. Af hverju ætti þá fólk að kjósa vinstrið? Af hverju ósköpunum? Fólk þarf að hafa ástæðu fyrir því og það sem að Trump gerir eins Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.